Hér er Team-Based Learning verkefni frá sjónarhorni nemanda. Verkefnið samanstendur af 2 skrefum. Í fyrra skrefinu svarar hver og einn nemandi fyrir sig spurningum sem kennarinn setti upp, en í síðara skrefinu eiga nemendur að ræða saman í hópum og svara í sameiningu sömu spurningum. Nemandinn byrjar á skrefi 1. Það koma fram upplýsingar, meðal annars spurningafjölda og að prófi mæli hvort hann hafi náð nægilegum tökum á námsefninu til að geta haldið áfram í næsta hluta námskeiðs. Nemandinn getur skoðað svörin sín eftir á, en fær ekki upplýsingar hvort svar er rétt eða rangt. Eftir að nemandinn hefur lokið við að svara fær hann aðgang að skrefi 2. Hér fær nemandinn skilaboð að hann sé hópstjóri og er bent á að svara ekki spurningum fyrir hann hefur rætt við hópinn sinn svörin. Eingöngu hópstjórinn getur skráð svör í síðara prófinu. Hér getur nemandinn séð hverjir eru með honum í hópi. Í þetta skipti fá nemendur að vita strax hvort svar er rétt eða rangt. Aðri nemendur í hópnum geta opnað prófið, fylgst með hvernig hópstjórinn svarar og séð að lokum niðurstöðuna. Kennarinn getur fylgst með hvernig nemendum gengur að svara. Það er að skoða samanburð á svörum, annars vegar þar sem nemendur svara einir og hins vegar þar sem þeir svara í hóp. Það er líka að sjá greiningu á hverri spurningu fyrir sig. Hér hefur kennari birt einkunnir, en það er val kennarans hvort hann virkjar einkunnagjöf í verkefninu eða ekki. En þetta er komið í bili. Takk fyrir að horfa.